Þrátt fyrir að vera aðeins 23 ára gamall og tiltölulega nýr í faginu hefur norlenski matreiðslumaðurinn Sigurbjörn Benediktsson skuldbundið sig til þess að skrifa 2 matreiðslubækur á ári eða samtals 12 bækur á 5 árum. Fyrstu 2 bækurnar í matreiðslubókaseríu hans Cook Your Ideas komu út á dögunum og eru bækurnar nú þegar farnar að rokseljast á heimasíðum á borð við Amazon. Þetta svona ákveðin hugmyndafræði á bak við þetta. Það eru mjög einfaldar. Og það að ýta undir að fólk svona búi til sitt eigið frekar en að vera svolítið svona frumleg og pröfa eitthvað nýtt og dreifa svolítið huganum. Já, hver sérstæð í rauninni þinna bóka miðað við kannski aðra bækur sem eru á markaðnum? Það nú aðalega bara hvernig það uppsett. Það bara, þetta er mjög auðlesanlegt og þetta ekki, sem sagt, þetta ekki einhver svona, þetta ekkert kennsluefni eða eitthvað fræðiritt eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta er mjög auðleysanlegt og hún hefur bara þennan tilgang að fólk eigi að ýta undir það hjá sjálfum sér í raun og veru. Að fara, efla það á sínu heimili að láta alla pröfa eitthvað nýtt í sinni fjölskyldu og kannski búa til sín svona einkabragð í raun og veru sem að finnast bara þar kannski. Þemað hérna í fyrstu tveim, það er hérna í fyrstu, þá er ég bara með meginatriði á diskinn. Það er kjötið og fiskurinn og bara flóran af því. Og svo er seinni bókin hérna, það er meðlætabók meiri og einblíni aðalega á ávöxt og grænmeti. Sigurbjörn lauk matreiðslunámi árið 2012 eftir að hafa verið á samningi hjá Hótel Kea. Þaðan lá leiðin á Röpp 23 í Reykjavík og nú starfar hann á steikhúsinu við Tryggvagötu. Hann segir að hugmyndin að bókarskrifunum hafi kviknað þegar hann fór að slá uppskriftirnar sínar inn í tölvu til þess að halda betur utan um þær, en þá áttaði hann sig á því að hann var með efni í bók í höndunum. Og Sigurbjörn hugsar stórt. Markhópurinn er allur heimurinn og því eru bækurnar á ensku og eru ekki gefnar út á Íslandi. Ég var búinn að fylgjast með eitthvað hérna á Íslandi og ég fór að skoða líka hvað er til út fyrir landsteinina og fann þar nokkra aðila sem ég sendi þeim þessa hugmynd og þeir höfðu allir samband um mig, allir 4 sem ég hefði samband við. Þeir voru allir til í þetta og það var misjafnt hvort þeir vildu kaupa og eiga hugmyndina eða hvort að ég fékk að eiga höfundarréttinn og ég valdi bara þann sem gaf mér besta samningin. Sigurbjörn segist vera hrifinn af öllum mat og á hann áhugann ekki langt að sækja. Foreldrar hans reka veislueldhús í tengslum við ferðaþjónustu á æskuheimilinu Ártúni í Grýtubakkahreppi. Yngri bróðir hans hefur lokið grunnnámi í faginu og sá eldri starfar sem matreiðslumaður á veitingastaðnum Kontortnum á Grenivík. En hvers vegna er svona mikill matreiðslu áhugi í ættinni? Eiginlega get ekki svaraði. Okkur finnst það aðalega gott að borða, veit ég bara. Það er aðalega það. Það er aðalega það. En hver stefnir? Þú ert sem sagt að kokka þarna í Reykjavík á steikhúsinu. Það er svona, næstu mánuðir þá er ég svona sjá hvað gerist í þessu. Verða bara að vinna með því. Það er ekki mikið sem ég geri á meðan. Sem sagt, ef einhver sala er að fara á stað og ég ger ekkert mikið á meðan, nema bara að fylgjast með. Og svo í framtíðinni þá ætlum ég að fara að kíkja, fara að reyna að finna með meiri reynslu og sjá eitthvað nýtt út í heimi þá.